hennar. Þeir höfðu ákvað að biðja dóttur konungs því hún hafði látið auglýsa að hún myndi velja sér eiginmann eftir því hver kynni best að koma þessu orði. Bræðurnir höfðu nú 8 daga til að undirbúa sig og taka til næturtími. Þeir voru báðir vel gefnir. Þeir voru báðir lærðingar og töldu sig í vel stakk búna til valsins. Annar þeirra kunni alla lettnesku orðabókina utan að og myndi jafnvel 3 ábyrga bergfjallablaðir, bæði aftur og bak og áfram. Hinn hafði kynnt sér öll lög iðnaðarfélaganna og vissi allt sem snerti verkstjórn og efnahag. Auk þess kunni hann axlaband og útsaum, enda var hann einstaklega lærhentur og Ég mun örugglega vinna hug og hjarta kóngsdótturinnar. Nei, hún velur mig, það er alveg nú víst. Faðir þeirra gaf þeim sinn hestinn sporum og voru þakklæsilegir gripir. Sá sem kunni orðabókina fékk brúnan hest en hinn sem var iðnafróður fékk hvítan. Þeir báru síðan lýsi í munnvikin til að auðveldara væri að tala. Hér, fáðu hestur garðarinn á sinnir mínir, gangi grátt í haginn. Allt vinnufólkið safnaðist niður í garð til að sjá þá leggja í stað, en þá birtist þriðji bróðirinn, því þeir voru 3. Enginn tók hann þó alvarlega, því hann hafði ekki sömu menntun og þokka á hinir. Þeir kölluðu hann aldrei annað en Hansklaufa. Eru þið að fara svona fínir? Þið hallar henni auðvitað að reyna okkur við kóngsdótturinnar. Hefur ekki heyrt það? Allt landið veit af því. Þá ætla ég með. Það er komin í mig giftingarhugur. Þú, með henni, það kemur ekki til greina. Þið gefur engan hest, þið hefur engan mannskjukraft, bræðurnir eru menn sem kunna tala. Ef ég fæ engan hest þá tekur bara geithagurinn minn. Hann er traustur og getur vel borið mig. Og þar með steig Hansklaufi á bakhafnum, sparkaði hælunum í síður hans og þautslaði eftir þjóðveginum. Bræðurnir riðu rólega á undan, mjög alvörugefnir og hugsið. Þeir voru að æfa í huganum allt það snjalla sem þeir ættu að segja við kóngsdótturina. Hey, Björn, sjáðu hvað ég fann á veginum. Æ, hvað ætlum að gera með þessu krápu? Já, ætlar kannski að gefa kóngsdótturinni hana? Já, einmitt það. Ég ætla að færa henni þessi krápu að gjöf. Gerðu það endilega. Hún var örugglega yfir sig hrifin. Já, maður veit hvað fólk kann að meta. Skömmu síðan fann hún á veginum gamlan síðaskó, hálfbrotinn og brotinn. Þá geti komið að góðu gagni. Ætlarðu virkilega að gefa henni þennan skó líka? Já, einmitt það. Hún fær þetta allt saman. Bræðurnir riðu áfram og reyndu að láta sem þið heyrðu ekki bróður sem reyndu. Jíha! En eftir skammastund kallaði hann svartur. Hæ, nú fann ég meira. Hvað hefurðu fundið nú? Já, hvað er það nú? Það er úrvalds forarhöfðja, fínast efni sem hann finnur ekki hvern dag. Hann mokaði dálítið í vasann og hélt áfram. Bræðurnir riðu svo hratt sem hestarnir gátu og komu heilli klukkustund sinn til borgarinnar.
verður varla hreyftur. Allt fólk borgarinnar safnaðist að versluninni sjálf, því allir vildu sjá kóngsdótturina velja sinn mann. Í hvernig sem Björn kom inn í salinn var það stjarfur og þagnaði. Næsti gera svo vel. Nei takk, hvað með næsta? Næsti herrmaður gera svo vel. Nei takk, hvað með næsta? Þá kom eldri bróðirinn, sá sem kunni orðabókina utan að. Það er hræðilegt hiti hér inni. Já, faðir minn að steikja kjúklinga í dag. Hann þagði alveg ráðalaus. Hann hafði ætlað sér að segja eitthvað sniðugt, en nú fékk hann ekkert um sig. Dugir ekki, burt með hann. Og þannig var hann að víkja. Þá kom annar bróðirinn. Það er óbærilegur hiti hér inni. Já, faðir minn að steikja kjúklinga í dag. Hvað þá? Dugir ekki, burt með hann. Þá var komið að Hensklaufa. Að reiðahafurinn beint inn í salinn án þess að láta nokkuð á sig fá. Mikið hiti að verið að steikja kjúklinga. Já, það er einmitt það sem við erum að gera. Það er frábært, þá get ég kannski steikt krákunni sem ég kom með. Það var hægt, en hefur pott eða pönnu til að steikja hana einn. Já, það er ekkert vandamál. Þetta er fínasti bóttur. Hann lagði krákuna í tréskónum gamla. Það er nóg til mátar, en hvað með sósu? Það er ekkert vandamál, ég hef hana hérna í vasanum. Og hann hætti smá foralaði úr vasanum. Þetta líka mér. Þú ert ekki stjarfur eða uppfyllur af sjálfum þér. Þú svarar öllu hreinskilni og fyndni. Og þú er sá sem gefur mér fyrir eiginmann. Og þannig var Hensklaufi konungur. Hann fékk konu og